Troðningur myndaðist við matarúthlutun umdeildra mannúðarsamtaka sem hófst á Gaza í dag. Ísraelsher sem átti að tryggja öryggi á staðnum sagður hafa hleypt af skotum nærri mannfjöldanum. 80 missa vinnuna þegar kísilverksmiðju PCC á Bakka verður lokað í sumar. Forseti sveitarstjórnar Norðurþings segir að stjórnvöld verði að bregðast við. Maðurinn sem keyrði í hóp fólks í Liverpool í gær komst inn á lokaða götu með því að elta sjúkrabíl. 65 manns særðust. Ekki talið að verknaðurinn sé hryðjuverk. Hver vísar á annan stöðu vararíkissaksóknara. Enginn vill staðfesta að honum hafi verið boðin staða vararíkislögreglustjóra. Dómsmálaráðherra segir málið í ógöngum. Frá næstu áramótum hætta öll farsímafyrirtæki með 2 og 3G og bjóða eingöngu upp á 4 og 5G. Útbreiðsla þjónustusvæðis á ekki að minnka. Komiði sæl. Glundroði varð við matarúthlutun nýstofnaðra mannúðarsamtaka í borginni Rafah syðst á Gaza í dag. Þúsundir örvæntingafullra íbúa streymdu að og troðningur myndaðist. Samtökin sem sjá matarúthlutunina hafa verið harðlega gagnrýnd og eru studd af Ísrael og Bandaríkjunum. Ísraelsher sem sagðist ætla að afstýra hvers kyns áhlaupi sagður hafa hleypt af skotum, jafnvel úr skriðdrekum. Nýlega var opnað fyrir flæði neyðaraðstoðar inn á Gaza eftir að því hafði verið lokað í fleiri mánuði. Hungursneyð vofir yfir þeim rúmlega 2 milljónum sem búa á Gaza. صار الناس هجمت وما لحقناش شيء صار يطخ اخذنا حالنا وروحنا يعني ما اخذناش اي شيء يعني ان نستفيد منه ونمشي حالنا في ظل المجاعه اللي احنا فيها يعني ما استفدناش منها كل ما فيش نظام نهائيا كان ما سيطروش على الناس من كثر المجاعه المستوطنه هذا المجتمع. Oddur, þessi samtök, hvers vegna eru þau svona umdeild? Já, sko, Sameinuðu þjóðirnar og svona helstu mannúðarsamtök heims segja að aðferðafræði þessara samtaka sé ekki í takti svona við það sem að tíðkast við svona mannúðarstarf. Þarna ekki verið að koma með hjálpargögn til þeirra sem að þurfa á þeim að halda, heldur að dreifa gögnum á svona stærðarinnar úthlutunar stöðum og þar með þvinga fólk til að jafnvel að flytjast búferlum til að komast þangað. Og það sagt ýta undir búferlaflutning og flótta fólks á Gaza og þannig svona mögulega hjálpa Ísraelsher að ná markmiðum sínum á Gaza sem að þvinga fólk til þess að flytja á svona þartilgreind öryggissvæði sem að einmitt líka hefur verið harðlega gagnrýnt. Nú, eins og við sögðum frá hérna áðan það bárust fregnir af því að Ísraelar hafi hleypt af skotum. Hefur frést eitthvað af mannfalli? Nei, það ennþá mjög óvíst og hvort á skotum hafi verið beint að mannfjöldanum eða bara svona til að ná stjórn á mannfjöldanum upp í loft eða eitthvað svoleiðis. Ísraelsher var þarna einmitt til þess að gæta öryggis og það óvíst hvort að einhver hafi svona hlotið meint af þarna. Samtökin sem að umræðir að þau eru studd bæði af Ísrael og Bandaríkjunum eins og sagðir áðan og hafa verið harðlega gagnrýnd af til dæmis Sameinuðu þjóðunum og núna rétt fyrir fréttir bárust fréttir af því að stjórnvöld í Bandaríkjunum hafi blásið á gagnrýni Sameinuðu þjóðanna og sakað Sameinuðu þjóðirnar hræsni með gagnrýni sinni. Þannig að þessi samtök sem áttu núna að taka við öllu mannúðarstarfi á Gaza, þau lenda í þessu í dag og það óvíst með framhaldið. Oddur Þórðarsson, takk hérlega fyrir útskýrta fyrir okkur og við höldum áfram að fylgjast með. Við förum norður í land. Forseti sveitarstjórnar Norðurþings segir að stjórnvöld verði að bregðast við og tryggja samkeppnishæfi kísilvers PCC á Bakka við Húsavík. Til stendur að stöðva starfsemina í sumar. Fjármálaráðherra segir mál fyrirtækisins til meðferðar. PCC Bakki Silicon hefur tilkynnt að rekstur verði stöðvaður miðjan júlí og framleiðslu hætt tímabundið. Af þeim 130 starfsmönnum sem þar starfa verður 80 sagt upp. Forseti sveitarstjórnar Norðurþings segir þetta mikið högg fyrir samfélagið. Þetta hefur náttúrulega mjög mikil og bara fjárhagsleg áhrif hérna á svæðinu, allt atvinnulíf. Þetta svona álíka og ef að 3500 manns myndu missa vinnuna í Reykjavík, þannig að við getum ímyndað okkur hvaða áhrif þetta hefur á samfélagið allt hérna á svæðinu.
Í tilkynningu frá PCC segir að erfiðleikar á mörkuðum fyrir kísilmálm og röskun vegna tollastriðs séu ástæður lokunarinnar. Þá hafi innflutningur á ódýrum niðurgreiddum kísilmálmi frá Kína haft mikil áhrif. Hjálmar segir að sveitarfélagið ætlaði að leggja sitt af mörkum til að brugðist verði við þessu. Já, við erum fyrst og fremst að þrýsta á stjórnvöld, þingmenn og ráðherra að taka máli fyrir og afgreiða það sem að liggur fyrir að þarf að afgreiða. Tryggja þurfi samkeppnishæfi fyrirtækisins. Og ég fulla trú að því að menn allir hugi að því að nýta þessa fjárfestingu sem búið að fara í hérna á svæðinu. En ég fulla trú að því að PCC bakki fari aftur á stað. Fjármálaráðherra segir að kvörtun frá fyrirtækinu vegna innflutnings á kísilmálmum frá Kína hafi borist ráðuneytinu og sé til meðferðar. Málið sé umfangsmikið og því óvíst hvenar vænta megi niðurstöðu. Koma einhvers konar verndatollar til greina eða einhverjar aðrar ívilnanir? Það raunverulega falið í kvörtunum eins og þessum að óska eftir einhverju slíku, þannig að við munum taka afstöðu til þess þegar niðurstaðan liggur fyrir. Spurður hvort til greina komi að setja hömlur á innfluttan kísilmálm, segir ráðherra það þurfa að vera í ákveðnu ferli. Við erum auðvitað með fríverslunarsamninga sem við þurfum að standa við. Það auðvitað ekki hugmyndin með fríverslunarsamningum að ríki geti niðurgreitt vörur og losað sig yfir á viðskiptaaðila. Við þurfum að fara yfir málið áður en við tökum afstöðu. Dómsmálaráðherra segir mál Helga Magnúsar Gunnarssonar vararíkissaksóknara í ógöngum og vill ekki staðfesta að hafa boðið honum stöðu vararíkislögreglustjóra. Mál Helga Magnúsar Gunnarssonar vararíkissaksóknara á sér nokkur ára sögu. Í ágúst 2020 sendi Alda Hrönn Jóhannsdóttir, yfirlögfræðingur lögreglunnar á Suðurnesjum, athugasemdir til Sigríðar J. Friðjónsdóttur ríkissaksóknara vegna ummæla Helga sig á samfélagsmiðlum. Ekkert var aðhafst þá. 2 árum síðar áminnti Sigríður Helga vegna ummæla á samfélagsmiðlum hælisleitendur og samkynhneigða. Og í fyrrasumar óskaði hann eftir að hann yrði leystur tímabundi frá störfum þar sem hann hefði ekki bætt ráð sitt. Hann mótmælti og krafðist að það yrði látið niður falla. Þáverandi dómsmálaráðherra féllst ekki á beiðni ríkissaksóknara og vísaði meðal annars í hótanir sem Helgi hafði fengið og hann fór þá í leyfi til 22. desember og þegar hann mætti aftur til starfa sagði ríkissaksóknara Helgi uppfyllti ekki lengur almenn hæfisskilyrði til að gegna stöðu vararíkissaksóknara og því teldi hún sér ekki heimilt að úthluta honum verkefnum. Og síðan þá hefur staða Helga Magnúsar verið óljós, en í Morgunblaðinu í dag fullyrt að dómsmálaráðherra hafi boðið honum stöðu vararíkislögreglustjóra, en sú staða hefur verið óskipuð í 15 ár. Sigríður Björk Guðjónsdóttir ríkislögreglustjóri vildi ekki veita fréttastofu viðtal og vísa á dómsmálaráðherra, en sagðist vonast til að málið leystist á næstu dögum. Ég get hins vegar staðfesta að það eru allnokkra vikur síðan að ég átti mjög gott samtal við vararíkissaksóknara, lagði þar ákveðna lausn á borðið og niðurstaðan ekki fram komin og fyrir en að svo að þá get ég einfaldlega ekki sagt meira um það. Ég held að við sjáum öll hverjar ógöngurnar eru. Þetta mál sem ég fekk svona í arf frá forvera mínum, formanni Sjálfstæðisflokksins og hef verið að hugsa það hvernig hægt væri að leysa úr því. Helgi Magnús svaraði ekki beinum fréttastofum viðtal. Ríkissaksóknari gaf ekki kost á viðtali en sagði skriflegu svarað hugsalegu flutningur Helga Magnúsar í starfi hefði ekki verið ræddur við hana. Maðurinn sem keyrði inn í hóp fólks í miðborg Liverpool í gær grunaður að hafa verið undir áhrifum lyfja. Honum tókst að komast að lokaða götu sem hafði verið opnuð til að hleypa að sjúkrabíl. 11 eru enn á sjúkrahúsi. Because we went from a moment of celebration down here, a moment of joy. My son had just seen his footballing hero Mo Salah lifting the trophy in front of him. He said it was the best day of his life, turned into perhaps not. Þetta hafa margir stuðningsmenn Liverpool sem fögnuðu Englandsmeistaratitli félagsins upplifað í gær, ekki síst þeir sem voru nærri bílnum þegar hann ók á fólkið. And me and my friend Francesca jumped out the way and pulled her little girl out the way. And then as it must have been going about 30 miles an hour, and as it went past we could see all the windows smashed in with loads of people chasing down the car. 65 manns slösuðust þar af 4 alvarlega. 11 eru enn á sjúkrahúsi en talið að þeir nái sér allir að fullu. Margir hafa spurt sig hvernig bílstjóranum 53 ára hvítum manni búsettum í Liverpool tókst að keyra inn í fjöldan þrátt fyrir mikla löggæslu og götulokanir. Lögreglan með tilgátu það. The driver of the Ford Galaxy car involved in this incident was able to follow an ambulance onto Water Street.
after the roadblock was temporarily lifted so that the ambulance crew could attend to a member of the public who was having a suspected heart attack. Rannsókn stendur enn yfir og hefur ekki verið upplýst hvað manninum gekk til að öðru leyti en því að málið sé ekki rannsakað sem hryðjuverk. Talið að hann hafi verið undir áhrifum lyfja. Stuðningsmönnum Liverpool afar brugðið. It's supposed to be celebrations and instead the day is always going to be remembered for this now instead of the trophy parade like it was supposed to. Such a shame. Aðstoðar yfirlögregluþjónn í sérsveit segir að útköll vegna vopna hafi aukist gríðarlega og þau séu alvarlegri en áður. Lang oftast sérsveitin kölluð út vegna eggvopna eða það sem af ári í yfir 70% tilfella. Í dag æfði sérsveitin viðbrögð við gíslatöku þar sem hún yfirbugaði meintan geranda. Það mikilvægt að lögreglan hafi úrræði og getur til að bregðast við svona mál. Útköllum sérsveitar vegna vopnaburðar hefur fjölgað ár frá ári. Fyrir 8 árum voru þau 174. Árið 2023 rúmlega 460 og í fyrra næstum því 480. Það sem af ári hefur sérsveitin verið kölluð út 175 sinnum vegna vopna á vettvangi. Það hefur náttúrulega verið gríðarlega aukning í vopnamálum undanfarin ár og sem við höfum fundið verulega fyrir. Og þau hafa líka þróast á þann veg að þau eru alvarlegri og það algengara að vopnum sé beitt í þessum málum og þá helst eggvopnum og afleiðingarnar eru alvarlegri. Við erum að sjá það mjög greinilega. Flest útköll sérsveitar á þessu ári eru vegna egg- eða stunguvopna eða rúmlega 70% í 126 útköllum. Ólafur segir þróunina svipaða á Norðurlöndunum. Og það oft talað að það sem gerist í Norðurlöndunum, það gerist eilítið seinna hjá okkur hér á Íslandi og það má segja að þetta sé bara verða nýr veruleiki hjá okkur. 17% útkalla á þessu ári eru vegna skotvopna og 11% vegna einhvers konar bareflis, samkvæmt tölum frá ríkislögreglustjóra. Aldurinn á þeim sem að beita vopnum alltaf að færast niður. Það líka það sem við sjáum í kringum okkur. Neðri deild franska þingsins samþykkti í dag frumvarp sem heimilar dánaraðstoð. Hún lögleg í 7 Evrópulöndum en Frakkar og Bretar gætu bæst við á næstunni. 305 þingmenn greiddu atkvæði með frumvarpinu en 199 gegn. Í því segir að sjúklingar 18 ára og eldri geti þegið dánaraðstoð ef teymi lækna hefur staðfest að viðkomandi glími við ólæknandi sjúkdóm sem veldur miklum kvölum. Geðsjúkdómar og taugahrörnunarsjúkdómar falla ekki þar undir. Kannanir sýna að meirihluti Frakka styður að dánaraðstoð verði heimiluð. Frumvarpið fer núna til efri deildar þingsins. Þessi lönd eða svæði innan þeirra heimila dánaraðstoð á ólíkum forsendum þó. Það miserfitt að fá dánaraðstoð eftir löndum. Fyrir séð að Bretland bætist bráðlega inn á þetta kort. Þar samþykktu báðar þingdeildir frumvarp dánaraðstoð fyrir fáeinum mánuðum en þau eru þó ekki enn orðin að lögum. Hvers konar umræða dánaraðstoð jafnan mjög tilfinningaþrungin. Í Bretlandi var þingmönnum veitt sérstakt leyfi til að kjósa ekki eftir flokkslínum, heldur eftir eigin siðferðislegri sannfæringu. Málið var þannig algjörlega óflokkspólitískt. Hér á landi virðist vera töluverður stuðningur við að dánaraðstoð verði heimiluð. Í könnun heilbrigðisráðuneytisins frá 2023 voru 75% hlynntir því. Rökin með dánaraðstoð eru meðal annars að það séu mannréttindi hvers sjúklings að fá að deyja með reisn og á eigin forsendum. Þannig megi lina sárar kvalir langtleitra sjúklinga. Rökin gegn eru meðal annars þau að mannslífið sé heilagt og að sjúklingar geti fundið fyrir þrýstingi á að þiggja dánaraðstoð þvert gegn eigin vilja til þess að verða ekki byrði á aðstandendum. Svavar Hrafn Svavarsson, prófessor í heimspeki, velkomin hingað til okkar. Takk. Við sáum þarna í fréttinni hvar dánaraðstoð leyfð og þetta aðalega á Vesturlöndum. Einhver ástæða fyrir því? Já, það kemur allavega ekki á óvart, finnst mér, að frjálslynd lýðræðisríki sem svona djúp réttaríki skuli fjalla einna mest þetta, enda verið að fjalla rétt. Jákvæð réttindi dauðvona sjúklinga
til að fá aðstoð við að deyja og jafnframt verið að fjalla samsvarandi verknaðarskyldur eða að minnsta kosti verknaðarleyfi heilbrigðisstarfsfólks til að veita þessa aðstoð. Þannig að réttaríkið, gamalgróið réttaríki er líklegasti vettvangurinn. En nú umræðan þessi mál, hún mjög oft mjög tilfinningaþrungin. Já, hvers vegna? Já, umræða líf og dauða og það að fæða og það að deyða kemur fólki bæði í vitsmunalegt og tilfinningalegt uppnám. Ég held að það sé skiljanlegt. Og kjarni málsins sá að þarna takast á annars vegar virðing og fyrir og skilningur á rökum þeirra sem mæla með svona aðstoð, en jafnframt ótti annara við að finna örugg mörk hins leyfilega eða ásættanlega og jafnvel efasemdir að slík mörk séu yfirleitt til. Þannig að það töluvert eftir af umræðu þessi mál allavega hér á landi? Nú skal ég ekki segja. Nei, en sennilega? Sennilega. Svavar Hrafn Svavarsson, takk hérlega fyrir að koma hingað til okkar. Talsvert tjón varð þegar eldur kom upp í hjólhýsi fyrir utan einbýlishús í Asparlundi í Garðabæ í dag. Engan sakað en hjólhýsið gjörónýtt og bílskúr illa farinn. Tæknideild lögreglunnar rannsakar eldsupptök. Varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu segir að íbúum hússins sé brugðið en að slökkvistarf hafi gengið vel. Hér hefur verið að kvikna í hjólhýsi sem stóð hérna fyrir utan bílskúr og maður að teygja sig aðeins í bílskúrinn. Hversu langt frá því þið fáið tilkynninguna er búið að slökkva eldinn? Bara mjög hratt og örugglega, gekk bara mjög vel fyrir sig. Þetta var tiltölulega staðbundið bara, þannig að þetta gekk vel bara. Var einhver hætta á að þetta færi í nærliggjandi hús? Ekki nærliggjandi hús en þetta fór í bílskúrinn en þetta fór ekki í íbúðhúsið sjálft. Símafyrirtækin hætta dreifingu 2G og 3G farsímaþjónustu allt land í lok árs. Dreifikerfið verður þá eingöngu gegnum 4G og 5G. Þjónusta við notendur á ekki að minnka. Það á ekki að verða nein skerðing á þjónustu. Það eru ákvæði í tíðniheimildum sem að skilyrða það að fyrirtækin tryggi það í rauninni að þó að gömul tækni fari út þá sé þjónustusvæðið því sama fyrir nýja tækni. Ef að fólk lendir í vandræðum með að upplifir skerðingu þá er rétt að hafa samband við sitt fjarskiptafyrirtæki og fá þar aðstoð. Ef að það er ekki nóg þá viljum við endilega fjarskiptastofu fá tilkynningar það. Lokunin getur haft áhrif á ýmsan búnað. Gömul símtæki sem aðeins styðja 2G og 3G virka þá ekki. Fyrirtæki í ferðaþjónustu, sérstaklega þau sem starfa á landsbyggðinni eða á afskekktum svæðum, þurfa að huga að því að posar og greiðslulausnir sem byggja á 2G eða 3G hætta að virka. Ýmis öryggis- og neyðarbúnaður og GPS-tæki gætu þurft uppfærslu. Það sem í dag hefur verið bara gott 3G samband og ekki verið neitt vandamál eða tæki sem að geta reitt sig á 2 og 3G í þegar senda upplýsingar að þau mun þá væntanlega dett út. Þannig að þarna erum við helst kannski að tala posa, við getum verið að tala alls konar búnað í bílum, leiðsögukerfi, við getum verið að tala flotastýringar búnaður sem er í mörgum bílum. Þar sem að reiða sig á 2 og 3G og mun hugsanlega dett út sko. Kvikmyndahátíð Listaháskólans Filma hefst í kvöld í Bíó Paradís. Þar er Erla María Davíðsdóttir fréttamaður. Erla María, hvað erum að vera þarna í kvöld? Já, Jóhanna Vigdís, það mætti segja að þetta sé eins konar uppskeruhátíð hjá nemum í kvikmyndagerð Listaháskóla Íslands. 32 stuttmyndir verða sýndar hérna næstu 3 daga. Fyrsta myndin byrjaði sýningu hérna klukkan 7, þannig að gestirnir eru horfnir hérna inn í salina. En hjá mér eru þær Ása Helga, leikstjóri og dósent við Listaháskóla Íslands og Jóna Greta, útskriftanemi. Ása Helga, þetta er í annað skipti sem þið haldið þessa hátíð en hún markar líka ákveðin tímamót í sögu skólans. Já, og sögu Íslands, vegna þess að þetta er í fyrsta skipti sem að nemendur í íslenskum háskóla útskrifast með háskólagráðu í kvikmyndagerð. Og hvað eru nemendur svona bjóða upp á svona landanum á þessari hátíð? Þetta er bara ótrúlega fjölbreytt dagskrá. Það eru dramatíska myndir, komedíur, súrrealíska myndir. Þetta er bara nýtt og spennandi og bara geggjað.
Það er bara allur skalinn. En Jóna Greta, þú ert að útskrifast, þú ert að marka ótrúlega slóðir, ert þetta fyrst nemenda til að útskrifast hérna á háskólastigi. Hvernig er svona tilfinningin? Ég held að við séum öll bara ótrúlega spennt, en líka kannski svolítið stressu að fara út í bransan. Þannig að það verður spennandi hvernig bransinn tekur við okkur. Og hvað svona tekur við hjá þér eftir útskrift og hver er svona draumurinn? Ég er vinn fyrir framleiðslufyrirtæki Norður, fór í starfsnám þar og held bara áfram þar. En auðvitað er draumurinn að verða leikstjóri og kannski bara enda kann. Þannig að þú ert bara, við erum að fara að sjá þig bara sigra bara hverja kvikmyndahátíðin og hvað fætur annarri. Ása Helga, myndirðu segja það að framtíðin í íslenskri kvikmyndagerð sé björt? Hún er mjög björt og hún er mjög mikið hér og ég bara mæli með því að landsmenn fara að stilla sig inn á það í lok maí, þá sé alltaf nýtt talent, nýjar raddir uppgötva á filmu. Takk fyrir þetta Ása Helga og Jóna Greta og segi góða skemmtun en við kveðjum héðan frá Bíó Paradís. Takk fyrir það, Erla María Davíðsdóttir. En við ætlum að segja ykkur næst hvað er í Kastljósinu í kvöld. Því þá voru fjallað líðan íslenskra barna og ungmenna en samkvæmt nýrri rannsókn andleg líðan þeirra ekki enn komin í eðlilegt horf eftir heimsfaraldurinn. Þórhildur Halldórsdóttir klínískur barnasálfræðingur verður gestur þáttarins og þá verður einnig rætt við Bergþóru Björnsdóttur, leikstjóra, lífið eftir barnsmissi en dóttir hennar lést aðeins 16 mánaða gömul. En þá er það veðrið. Aðgerðalítið veður næstu daga, hægviðri og skúraveður í öllum landslutum og hitið að 15 stigum þar sem best lætur en oft mun svalar á Annesjum, norðan og austan til. En það verður nánað fjallað veðrið að loknum íþróttum. Við ræðum við Kára Kristján Kristjánsson handboltamannin Aron Pálmarsson sem við það að hætta í handbolta. Kári segir Aron þann besta í íslenskri sögu. En Aron er ekki svo eini sem að hætta því Hildigunnur Einarsdóttir lék í gærkvöldi sinn síðasta leik á 31 árs ferli. Takk fyrir mig Ísland. Og smáþjóðleikarnir hófust í Andorra í dag og við förum yfir það helsta hjá íslenska hópnum í íþróttafréttum strax að loknum fréttum. Og það var helst í þessum fréttatíma að troðningur myndaðist við matarúthlutun umdeildra mannúðarsamtaka sem hófst á Gaza í dag. Ísraels her sem átti að tryggja öryggi á staðnum sagður hafa hleypt af skotum nærri mannfjöldanum. 80 missa vinnuna þegar kísilverksmiðja PCC á Bakka verður lokað í sumar. Forseti sveitarstjórnar Norðurþings segir að stjórnvöld verði að bregðast við. Maður sem keyrði í hóp fólks í Liverpool í gær komst inn á lokaða götu með því að elta sjúkrabíl. 65 manns særðust. Ekki er talið að verknaðurinn sé hryðjuverk. Frá næstu áramótum hætta öll farsímafyrirtæki með 2 og 3G og bjóða eingöngu upp á 4 og 5G. Útbreiðsla þjónustusvæðis á ekki að minnka. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum og veðri og svo Kastljósi. Nýjustu fréttir má síðan alltaf finna inn á RÚV.is en næstu fréttatímar þeir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá. Sæl að sinni.